Velkomin í þennan upprifjunar þátt að vestan. Við ætlum að fara með ykkur hérna víða á Vesturlandi, rifja upp 4 atriði og svo ætlum við að hitta ykkur bara í nýjum þætti 27. apríl beint af Vesturlandi. Nei, það engin minkur hér, en það ekki fyrir alla að finna minka. En það einn gæi sem gefur svo út fyrir þetta. Við töluðum við hann 2016. Síðan þá hann nú heldur betur búinn að slá í gegn á samfélagsmiðlum og víðar. Ég held að sé hægt að borða hamborgara með villibráð frá honum á fabrikunni. Já, ég veit ekki hvað, Snorri nokkur í Snæfellsbæ. Við tókum handtali og fengum að kynnast minkahundunum hans. Segðu mér Snorri, við hvað vinnur þú? Ég sjómaður og minkaveiðimaður. Í hverju felst minkaveiði? Það felst í að veiða minka á stöðum þar sem þeir mega ekki vera og eigi ekki vera. Hvað ertu með margar tegundir? Ég með 2 tegundir. Ég með hennan venjulega bara eins og ég vil kalla íslenska veiðihundaterrier sem búin að vera til og bara verða til með okkur minkaveiðimannunum. Og svo nota ég labrador og svona í samhliða. Og náttúrulega líka þeir eru að sækja fyrir mig gæsir og skarfa og annað. Af hverju ertu með 2 tegundir í þessu? Það náttúrulega þessi fyrst og fremst, ég notaði það til að finna minkinn. Og svo notaði ég labradorina með í öðrum bara aðstæðum. Skilur, sækja minkinn út í sjó, ár, vötn og hjálpa mér að vinna það sem að þeir geta ekki unnið. Ólíkt eðli þeirra? Já, mjög ólíkt eðli. Og hverjir eru það sem að fá þig til að veiða minka fyrir sig? Það eru laxveiðifélög, sveitarfélög, landareigendur, já. Og þeir eru að hreinsa sitt svæði af minkum til að verja æðavörp og fleira? Já, æðavörp, seiðasleppingabólla. Laxveiðar eru náttúrulega mikið að sleppa seiðum á vorin og þá þarf að verja það alveg geysilega vel af því að minkurinn finnur strax þegar það búið að sleppa í. Og þá náttúrulega hann búinn að eyðileggja mjög mikið, sko. Það eru margar milljónir sem spila þar inn í, sko. Er þetta allt árið starf við þetta? Þú segir þú verið sjómaður áðan. Hvernig skiptist svona árs starfið þitt? Sko, þessi minkaveiði, eins og ég stund hana, þá hún eiginlega allt árið. Af því þú þarft að halda hundunum allt árið, heilum. En aðalega verið að vinna minka á vorin. Skilurðu, frá apríl til miðjan júní, þá vil ég vera búin með alla vinnuna. En svo inn á milli þar eru einhver útköll og svolítið mikið, skilur. Það ekki margir starfandi minkaveiðimenn á landinu, það? Nei. Þetta byrjaði bara þegar ég var lítill. Pabbi að koma heim, sunnudögum, taka sunnudagsrúndana, átti við hund sem allt í einu vildi veiða mink og mér fannst þetta bara geðveikt. Og ég vissi bara þegar ég eldri að ég ætlaði að fá mér hund og það minkaveiðihundur. Og ég byrjaði á því hana 2003, fékk mér fyrsta hundinn. Bara búinn að vera sjúkur síðan, sko. Og þú ert að þjálfa hunda. Já. Hverjar eru svona helstu áskorarnir þar? Hvernig gengur hundaþjálfun, minkahundaþjálfun fyrir sig? Minkahundaþjálfun kannski ekkert svo mikið mál fyrir mig núna, sko. En að þjálfa hunda fyrir aðra mjög skemmtilegra, aðra tegundir, fá nýja karaktera inn og lesa þá svolítið hvernig þeir eru, skilur. Sko, fyrst og fremst þegar maður að kenna litlum hundum og alltaf, þá þeir að lesa líkamstjáninguna okkar. Og líkamstjáning í hundaþjálfun númer 1, 2 og 3, þótt ég sé að nota það þegar ég komin aðeins lengra. Það náttúrulega, hundur heyrir ekki 300 metra frá þér, hann heyrir ekki hvað þú segir, þú segir kannski yfir. En hann sér þig kannski mynda skipun langt í burtu, þú færið þig bara yfir og þá tekur hundurinn þeirra skipun. En þegar maður að þjálfa hunda, þá þeir allir að pæla í hvað líkamstjáningin er. Og svo færi við það yfir í hljóð, fattur eða flautu eða eitthvað svoleiðis í skipanir, fattur munnlegar. En þeir eru allir, bara svona litlir hundar, þá þeir að fylgja líkamstjáningum fyrst og fremst. Þeir þekkja manni á því. Og ertu líka að taka bara svona heimilishunda, sem sagt, bara að þjálfa þá í hegðun og slíku? Já, kannski ekki þjálfa því í einhverjum skipunum, bara heldur að koma þeim kannski bara svona á réttan stað í hausnum, fattur. Þekkir þú alla svona skapgerð og eiginleika þeirra? Já, en Logi,
En ég hef alltaf búin að rækta mikið undan einu sem er alveg með frábær skapgerð og ég vil hafa það. Ég vil hafa hundana rólega, yfirvega og það kemur líka náttúrulega með þjálfuninni. Maður þarf sjálfur alltaf að vera yfir. Þegar ég er að koma eitthvað niður í þetta, þá þarf ég að setja mig í ákveðið svona mót eða ákveðið hugafar þegar ég kem hingað inn. Ef ég er að koma alltaf með sínkort hugafarið eða líður svona og líður hins einn, ég þarf að setja það allt til hliðar og koma hingað inn með hugafarið sem ég vil að þeir þekki. Af því að þá er ég ekki, af því að eins og líkamstjáningar, þeir þekkja mig á líkamstjáningar, hvernig mér líður, skilur. Og þess vegna þarf ég að skilja allt tilbaka, koma hingað og það er æðislegt. Þetta er svona þitt jóga? Já, þetta er mitt jóga, sko. Hvað er skemmtilegast við þetta? Það er útiveran, ferðalögin, þú veist, fara út allt land. Ég var að koma frá Djúpavogi, þú veist, bara einn með mér, hundunum, í 7-8 daga. Ég tek nokkra ferðir svona á ári sem ég bara labba bara rosalega mikið og vinn rosalega mikið og það er rosalega mikið challenge. Dálítið vont að því ég ætlaði að reyna að leika eftir svona atriðin sem við vorum í 2016. Næsta atriðið er flot. Nei, þið eru ekki byggðið með þetta, það. En í öllu falli, við vorum í heitri laug og rosa góðri, Bjarnalaug. Það er hún Hildur Karen sem ætlar að sýna okkur hvernig á að fljóta. Við erum stödd fyrir framan Bjarnalaug á Akranesi og ætlum að kíkja á samflot sem ég held að hljóti hafa litla slysatíðni. Gætirðu hugsað þér að fljóta þyngdarlaus utan tíma og rúms? Já, þá er flot eitthvað fyrir þig. Við heyrðum af fólki sem gekk í endurnýju lífdaga við það að fljóta og gleyma stund og stað. Þetta er hinn fullkomna hvíld fyrir sál og líkama. Við hreinlega urðum að fá að prófa þetta. Loksins komin íþrótt sem ég geti hugsað mér að verða atvinnumanneskja í. Hvað er samflot? Hvaðan er þetta komið og hver er ávinningurinn? Hún heitir Unnur Valdís sem hannaði settinn, flothettuna og flotið sem fer á fæturnar. Þetta er alíslensk hönnun og er að ryðja sig til rúms á landinu, byrjaði hægt og rólega en nú erum við svona að taka við okkur. Og þetta er bara eitthvað svona dásamleg stund sem að fólk á hér í lauginni saman með öðrum. Við erum félagsverur og það var það sem hún sá svona líka þegar hún byrjaði. Hún bjóði þetta til en svo verðum við að búa til samfélagið og það er það sem er svona að verða til í kringum landið og þetta sprettur bara upp í laugum landsins. Hvað ráðleggur fólki áður en að fyrir honni? Heyrðu, áður en fólk kemur að það var ágætt að fara svona yfir nokkur atriði. Meðal annars það að við þurfum að gera ákveðin samning við okkur sjálf. Við munum rekast utan í aðra og aðrir munu rekast utan í þig. Og þetta er eitthvað sem við þurfum svona bara að reyna að útiloka. Fyrir suma tekur þetta nokkur skipti og fyrir aðra skiptir þetta engu máli. En til þess að við náum sem bestu slökun og sem bestu floti að þá er best bara að reyna að láta þetta flakka. Það skiptir ekki máli. Það voru hérna einhverjir áðan sem töluðum að fyrsti tíminn fór svona í að slaka, sem sagt að læra að slaka og næsta tíma þá bara stinsa á fólk. En náðu svona einhverju dýpri slökun? Já, þessari djúpslökun. Já, það er það sem við stefnum að maður nái þessari djúpslökun og aftur þá getur það tekið smá tíma. En fyrst og fremst er það bara að vera hér og nú á þessum stað. Þetta er mín stund. Er eitthvað misjafnt? Nú geta sumir flotið en aðrir ekki. Hver er munurinn? Já, það er misjafnt floti í okkur og það er alveg sannað. En sum okkar geta flotið án nokkur að græja og ég get það til dæmis, ég tel mig geta það. Ég þarf hins vegar að hafa eins fyrir því. Ég þarf að einbeita mér svo mikið að því að fljóta. Þegar ég kom með settið á mig, þá get ég alveg gleymt mér. Og það er það sem við viljum helst ná fram, þessi bara að týna tímanum og gleyma sér og vera. Það er það sem við erum að leita eftir. Já, þessari djúpslökun sem heyrist fólk ná sem jaðra við svefni alveg. Að þú nærð henni með þessari hjálpargræði. Við viljum ekkert endilega að fólk sofni, það er ekki endilega besta slökunin, en svona sé svona við það og týni tímanum. Já, gleymi sér. Já. Þetta er í fyrsta skipti sem þú kemur? Já. Og hvernig var upplifun þín af þessu samfloti? Mér finnst þetta bara yndislegt. Liggur og hlustar á tónlist svona í gegnum svolítið svona þykkan skráp og svona á hjartaði sjálfum sér slá í takt og slakar á bara. Og náður því alveg svona í fyrsta skipti? Já, ég
bara, mér finnst þetta bara mjög notalegt. Ég bý nú kannski að því að hafa eftir sund í mörg ár, þannig að mér líður afskaplega vel í vatni. Ekkert óþægilegt að sé svona margir onni, eða? Nei, það truflaði mig ekki. Systir mér var líka fljóta, sko. Ég hugsaði bara alltaf, já, þetta er Jóna. Það ég rakst utan ykkur, þannig að þá var þetta bara ósköp notalegt, sko. Heldur þú komir áttur? Alveg, pottþétt. Þú ert ekki að koma hérna í fyrsta skiptið, eða? Nei, alls ekki. Nei, ertu búin að vera með frá byrjun? Nánast, já. Og þú sagði mér áðan að þú varir að vinna í Hafnarfirði? Já. Keyrir heim? Já. Fínt að enda daginn? Fínt að enda daginn hérna. Já. Bara svo bara heim og sofa. Og nærðu alveg slökun? Já, ég má segja það. Já. Jafnvel bara svefni, eða? Já, oftast. Þá sofnaði ég. Þetta er svona 10 mínútur, korter. Já, búin að fljóta í 10 mínútur og sofna þá? Já, sofnaði. Já. Hrikalega notalegt. Er þetta öðruvísi svefn, heldur en svona? Já, maður er svona, ekki endilega alveg steinsofandi, en svona maður veit af sér og svona ruggar aðeins og hreyfing á vatninu. Hvernig nærðu að slaka? Hvað hérna, nú get ég ímyndað mér eftir erilsaman dag í rafvirkjun, kemur hérna, keyrir tilbaka, hendir hérna í laugina? Skutla mér í laugina og svo bara loka maður augunum og þetta er bara eins og að vera hjá sálfræðing. Lætur flotið? Maður lætur bara allt gossa og hérna endur nærist bara einhvern veginn. Það er svolítið þjálfun, sko, að segja sjálfum sér að slaka á og byrja bara í tánum og segja vöðvunum að slaka á og vinna þessu upp. Geturðu hugsað þér að keppa í þessu? Já, tímalaust. Þetta er keppnisíþrótt? Já, alveg. Hver sefur lengst. En þessi stelpa sem að fann þetta upp, kona sem að fann þetta upp, var hún bara að dúllast í það? Er hún áhugamanneskja flot eða hvernig datt henni þetta í hug, veistu það? Já, ég veit hún var nemi í Listaháskólanum þegar hún byrjaði að hanna þetta verkefni og kom því síðan á koppinn að loknu námi. Og þetta er bara dásamlega fallegt hjá henni og hugsunin í kringum þetta er meira svona bara að gefa og gefa af sér og við eigum þessa stund saman. Því að þó við liggjum hér og fljótum og höfum það gott í alltaf klukkutíma en flestir fljóta samt í svona 30-40 mínútur. Síðan förum við út í pottinn og þar er heitt og gott og með kalt vatn sem að fólk getur fengið sér. Það er búið að liggja hérna í vatninu, þá er fólk þyrst og svo eigum við bara gott spjall saman í pottinu. Þannig að þetta er notaleg stund. Hvernig get ég nálgast þig? Þú tekur á móti hópum, eða ekki? Jú, síðan erum við að taka á móti hópum og við erum búin að vera með nokkra hópa. Það eru starfsmannafélög, saumaklúbbar og það er lítið mál að taka á móti hópum hér, bara búa til tíma. Við erum hér alla miðvikudaga. Það er bara opinn tími og fólk getur skráð sig hjá okkur og komið og flotið með. Og þú ert með græjur á? Við lánum fólki græjur. Já, við höfum nóg af þeim. Já, það er viðeigandi að vera hérna í fjörunni við kynningu á næsta innslagi en það er hann Hildibrand í Bjarnarhöfn. Við tókum viðtalið 2016, Hildibrandur lést 2017. Hann var auðvitað mikill frumkvöðull í verkun og sölu á hákarli sem á ferðaþjónustu á Vesturlandi og Bjarnarhöfn og safnið þar stendur og er komið veitingastaður og óbúslega flott aðstaða en heyrum í Hildibrandi aftur til 2016. Ást mín á hákarlinum, ég er bara fæddur með þetta. Við komum norðan á Ströndum og faðir minn var þar, veiddi þar hákarl meðal annars og hákarl var veiddur á vetrarmánuðum og nú maður ólst upp í þetta og ég bara sagt þér það þegar að ég er bara að vaksa áskamallega hvað sem er. Þetta var að byrja bara að gefa manni sem snuð og... Hákarlinn? Já, hákarlinn, já, þetta er... Fyrst að naga hákarl? Sjúga hákarl. Já. Ok. Já. Og ég bara ekki sagt að ég og dóttir núna sem að bara þegar hún var að taka tennur þá var þetta það besta sem hún fékk. Það var til þess að eyða ertingu í tannholdinu, það var að fá sjúga hákarl. Og þegar hún kemur hérna þá bara árskumul þá er það bara alltaf namnam. Sko, þegar ég er að alast upp, þegar ég er bara, þú veist, 4, 10 ára, 15, 10 ára, 12 ára, þetta var skammtað með mat, hákarl. Þetta var til dæmis með harfisk eða til dæmis á kvöldin og súrhæring, stýrhæring, þegar við vorum á Engjum, þá var þetta alltaf með súrhæring og stýrhæring, þá var þetta bara sælgæti. Ég meðalið mæli sem hjúka á hæli, hákarlalýsi er best. Þú byrjaði síðan ungur á sjó með pappa þínum? Já, þetta bara var
lífið, það var ekkert við ólust upp við þetta, hann veiti Hákall, lagði fyrir Hákall á veturnar og hann var sko á færum, sko það fyrir mitt, það fyrir mína tíð sem mína minni, en ekki, þá lág hann úti fyrir Hákall á þessum bát hérna. Sem hér, já. Síldin 1860. Já, þetta er bátur sem smíður á Jökulsfjörðum 1860 og á þessu lág hann úti fyrir Hákall á Húnaflóan og reri stundum frá Gjögru og þá var lagt fyrir stjóra og þetta voru þá vetramánuðinir þegar allt ísaði og þú varst að sýna mér hérna áðan vettlingana sem að... Já, svona voru sjóvettlingarnir og bara ekki sagt þér það að þegar var að vera, þó ég væri nú bara 12-13 ára þegar ég var með föður mínum á sjó, að þá þótti manni það fyrst að hart þú væri kannski 10 stiga frost, þá var byrjað að fara út fyrir borðstokkjun og setja þetta onni í sjó og bleitaði sjó og vindaði aldrei fór í þá því að þá voru þeir miklu hlýrri á eftir. Þá voru þeir búin að loka sig og þá hlýnaði, þá hitaður þá upp innan og lokaði þá einhvern veginn vatnið þar sem að komið. Já, og sjórinn er miklu hlýrri heldur en vatn, sko, þannig lagað í þessu tilfelli. Og þeir þumlar, það er þegar þú er búin að vera að róa eða draga lengi, þá var þetta orðið sleift og slitnar og þá getur þú stift yfir og farið hérna megin. Já, þá varstu konið með nýtt átak. Þetta var náttúrulega allt bara með höndum hérna áður. Já. Og þetta skipið er upphæðið af safninu hér. Já. Og þetta er upphaf sögunar líka því að þetta er sagan Hákalla veiðar og Hákalla sókn og allt Hákallinn, hegðun hans og allt svona. Þetta er upphafið af því en Tómas er búin að afla mikil margra upplýsinga síðan. Og að því að var að tala ferðamennskan, hún byrjar hérna út af Hákallinum. Við ætluðum aldrei að fara, ég ætlaði aldrei að fara út í ferðamennsku. Ég var bara eins og ég er enn feiminn og allt svoleiðis en sko bara fólki kom og við urðum að sem sé annarkvæmt við urðum að loka hliðinu eða bara opna og taka. Já, því þú ert ekki bara safn heldur, ert að verka Hákall hérna? Já, ég er að verka Hákall, já. Og þess vegna fórum við út í það bara að fyrst vorum við opnuðum vélageymsluna og síðan bara í byrjun og svo bara inn í svo stúkkuðu við hann í sundur og svo bara var það á lítið og síðan þetta safn hérna sem við erum í núna. Þetta er byggt á 2001 og við heldum að þetta væri alltof stórt en þetta er núna bara ekki of stórt. Hvernig taka ferðamenn hérna í Hákallinn? Útlendingarnir eru komnir til að upplifa og þeir koma hér vegna þess að þetta er spennandi. Og þetta eykur spennuna þegar við erum búin að fara í gegnum ferilinn, segja þeim við erum með vídeo hérna, við segjum þeim sögu hvernig þetta var, hvernig við vinnum þetta og hvað Hákallinn gerir okkur og hvernig hann er. Til dæmis við byrjum á því að það er bara, hann er einst í dag eins og hann var, við getum sagt fyrir 10 milljónum árum eitthvað, bara kannski mikið meira. Hann var svo þróaður upphæfi lífskeðjuna, hann fer aldrei í sjúkdómakrabbamein og hann er óskyldur öllum öðrum háköllum. Hann er brjóskfiskur og brjóskfiskar er ekki með nýru, hann er eini hákallinn talið sem er brjóskfiskur þannig lagað, það er ekki að gera þetta við neitt annan heldur þennan grænlenska hákall. Og hann er djúpsjávarfiskur og hann er alltaf í köldum sjó. Hann fer ekki, þess vegna er hann dykkvar hann á sér, voru að hlýna sjórinn við landið og þá dykkvar hann á sér. Þannig að það er erfiðara að ná minna hann því að þetta kemur núna. Það eru sem er að reyna að prófa að veiða hann en hann er sem kemur aðallega í vörpur hjá tófurum sem er að bara ekki meðafli og við kaupum þetta af tófurunum. Til dæmis, hann er alltaf svo djúpt, hann er alltaf í myrkri og hann er eitt háþróaðasta dýr sjávar. Þá er komið að síðasta innslaginu í þessari upprifjun okkar, það er harmoníkufélagið Nikkolína í Dölunum. Þau taka fyrir okkur lagið og segja okkur aðeins frá tilvist þessa klúbbs. Við heyrðum að eldhressu harmoníkufélagi í Dölunum sem stofnað var 1981 og er ennþá í fullu fjöri. Meðlimir í Nikkolínu koma saman reglulega og spila, spjalla og njóta góðra veitinga frá formanninum henni Melkorku B. Herðu, við fundum hérna Mel B Íslands. Þú ert sem þau kallar Mel B, eða ekki? Nei, e-mailið mitt er Mel B. Það var einn hérna góður með okkur einu sinni, hann kallaði mig alltaf Mel B en hann er fluttur út á Nes. En þú berð þetta vel. Takk fyrir. Já.
Hvað þú ert formaður harmoníkufélags Búðardals? Nei, formaður harmoníkufélagsins Nikólínu. Nikólínu, já, sem Dalamanna. Já, það harmoníkufélag Dalamanna og 35 ára á þessu ári. Hvað eru þið mörg í Nikólínu? Sko, við erum svona, hvað ég segja, 8 til 10, 12 að æfa að jafnaði en 12, 13 ef allir koma og til dæmis erum við í samstarfi við Húnvetningum og búin að vera í nokkur ára og þá höldum við alltaf harmoníkuhátíð á Laugarbakki Miðfirði miðjan júní og þar erum við svona 12 til 14 að spila. Þá kemur fólk úr Reykjavík og bara leggur mikið á sig til að geta verið með. Og þar er fólk að spila og dansa, eða ekki? Jú, það er spilað 2 kvöld og við gerum meira saman. Við höfum hattrætti og við seljum kaffi á kaffihlaðborð og reynum að græða svolítið á þessu. Já. Þið eru stofnendur, strákar, í Nikólínu? Já. Við erum svona stofnfélagar. Stofnfélagar. Búin að vera með frá byrjun. Hefur þetta alltaf verið svona gaman? Það heldur bara. Hvernig í ósköpunum byrjaði þetta? Hverju tóku sér saman? Hvaðan kom hugmyndin? Já, þetta byrjaði nú eiginlega sér í Reykjavík, þetta ævintýri, sko. Já. Það var nú þannig. Þar var stofnað, sko, fyrsta harmoníkufélagið, sko. Dalamanna þá? Nei, harmoníkuunnenda. Já. Sem að stofnaði, sko, fyrsta harmoníkufélagið á landinu. Svo fóru menn að grúpa sér saman út víðan völl. Já. Og rauðin kom að okkur, sko, 1981. Já. Þá stofnuðu við hérna fyrsta og þetta eina félag hér. Þetta eru 14 félög, aðildafélög að harmoníkuunnendum, já. Já. Og þeir eru þá búin að vera að í 35 ár. Er það? Já, það er virkilega, það er svona langt. Á hvaða aldursári ert þú? Ert þú? Ég er 89 ára. Já. Og búin að vera í Nikólínu síðan? Já, 92. Þú hvergi bangin og kemur á reiðhjóli á æfingarstundum? Já. Já. Það er bara alltaf fína lagi. Meðan það hefur góða heilsu þá er alltaf lagi. Já. Og hvað gefur tónlistin þér eitthvað tilbaka? Já. Gaman að hitta fólk og svona og annars er ég nú svona í forráðinu svolítið jazzisti, sko. Já. Gaman að jazzi. Það er sagt að tónlistin Ingimann, það er sko hægt að sjá það glögglega hér á þessum fagra hóp. Já, takk fyrir það. Já. Ég held að hún gerir fólki bara meira en gott. Þú ert að spila á trommur og saxafón. Svolítið á saxafón, já. Já. Hvenær lærður af þessu hljóðfæri? Ég á Akranesi. Já. Já. Tónlistarskólanum þar? Nei, bara sjálfum mér. Já, bara sjálfmenntaður? Já, bara sjálfmenntaður, já. Hvernig kom til að þið læruðu á harmoníku? Já, það var bara, hjá mér allavega var það bara þannig að þetta var bara í puttanum á mér. Já. Ég varði að fá að koma, ég byrjaði að koma við harmoníum. Já. Og náði gamla ná það, sennilega svona 8-9 ára. Svo leiddi þetta svona hvað að veru. 12 árinu held ég að ég hef byrjað að spila harmoníku. Ég byrjaði þannig á Þrúður hérna í Ási. Hún kom að Breiða og það var svona einhver jólatréskemmtun og það var þröngt í bílnum hjá henni þegar hún fór og hún skildi harmoníkun eftir. Og ég stalst í hana og ég hætti ekki fyrir en ég gat spila hann og blika við sólana. Nóttina. Þú sagði mér áðan þegar ég var að væla yfir því að ég hef ekki lært á hljóðfæri, það væri aldrei of seint. Þú byrjaði hvenær? Ég byrjaði að læra á harmoníku þegar ég var 50. Já. Eða var búin að fara í nokkra tíma hjá Halldóri í orgelleik og þá sagði hann bara eitthvað við þetta heldur og þú hefur ekki gaman af að læra harmoníku. Jú, örugglega sagði ég og fekk lánað harmoníku. Og hann er svo yndislegu maður og heldur sér öllu saman búin að gera frá upphafi. Og hann lætur mann líka halda að maður geti eitthvað. En hann stjórnar hérna? Já. Eru þið beðnir að taka harmoníkuna í réttunum? Já, það er stundum svona partí eftir þegar búið að rétta og þá spila á harmoníku og sungið. Já, þannig að þeir eru ekki síður vinsællir þar eftir réttir eins og í réttunum? Nei, það ætla ég að vona. Eftir svolítið starfskraftar þar, já. Það er einhvern veginn þannig hérna í tölunum að það er svo mikið, sko, sönglífið er líka svo mikið. Það kunna allir alla texta nánast
Og ef það kemur ein harmonika eða 2 eða 3, þá fara allir að syngja. Þetta er komið. Þið hittist þetta hálfsmánaðarlega? Já, svona þegar er ekki sauðburður og ekki heyskapur og ekki... Já, við reynum bara að æfa svo oft og við getum. Hefur eitthvað verið að semja? Nei, nóg að fallegum lögum. Það er nóg að fallegum lögum til? Já, það finnst mér. Lögin sem þið takið, þau eru eitthvað eftir ykkur? Já, það er svolítið eftir heimamenn. Við höfum svolítið lagt metnað okkar í það að fara eins og á landsmót harmoníkuunnenda sem eru haldin 3. hvert ár víðsvegar um landið. Þá höfum við lagt svolítið metnað í það að vera með svona frumsæm lög eftir heimamenn. Já, þetta voru valin atriði frá 2016, ég vonaði við notið. Svo sjáumst við í nýjum þætti 27. apríl. Hlakka til.